Já, hingað er komin Sigríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins. Velkomin. Heyrðu, það eru nokkur mál sem hafa verið í fréttum, eða finnst manni, það sem að tengir svona fötluðu fólki sem er að fá svona sérstaka útreið í kerfinu, svo kallega, vandræði. Uppboðsmálið í Keflavík. Finnst þér það vera mál sem er fatlaðan einstakling eða vill svo bara til að maðurinn er fatlaður og þetta hefði endað með sama hætti ef maður verið ófallaður? Nei, ég held að þetta hefði ekki endað með sama hætti ef þetta hefði verið ófallaður einstaklingur. Ég held að þarna hafi kerfið brugðist, þarna held ég að sýslumaður hafi brugðist leiðbeiningarskyldu sinni og því að kalla eftir upplýsingum eða gera sveitarfélagi viðvart. Ég held bara mjög margt hafi brugðist í þessu og það er líka mjög sérstakt að sýslumaður hafi ákveðið að bjóða upp eignina og fá hérna tilboð sem var upp á 3 milljónir, 5% af markaðsvirði eignarinnar og selja hann á því verði. Sýslumaður hefði ekki þurft þess. Þannig að þetta er bara mjög skrítið mál. En er það vegna þess að ungi maðurinn, hann er fatlaður, að sýslumaður hefði átt að gæta sín sérstaklega? Hann hefði átt að gæta sín sérstaklega, hann hafði þarna ákveðna leiðbeiningarskyldu og hann hafði líka í raun og veru skyldu við bara við fjölskylduna, við mannina að gera sveitarfélaginu viðvart. Ef að fjölskyldana eða maður er ekki sjálfur að gæta hagsmuna sinna, að það sé einhver sem að geri það. Þess að ég sé einhver lögfræðingur eða lögulærið þessum málum, en ég veit þá allavega að það er að sýslumaður geti haft aðrar leiðir heldur þær sem að Þannig að embættismönnum og þeim sem að vinna inn í kerfinu ber að gæta sérstaklega að því ef að fólk er fatlað. Ekki láta bara eins og allir séu eitthvað svona ímyndað norm. Já, þetta er náttúrulega bara heldur berðum að taka tillit til þess að það er ekki allir eins. Þeim ber að gera það og sérstaklega það sem að viðkomandi hafði ekki virt neitt varandi að greiða af þessi lögbundnu gjöld að þá hlaut eitthvað að vera, það hlýtur eitthvað að vera þegar einstaklingur gerir það ekki í svo árum skipti. Þannig að það hefði nú átt að hringi eitthvað í bæjarskrifstofu? Já, það er líka, ég meina þetta hefði átt að hringi einhverjum bjöllum miklu fyrr og vera að tekið þá einhverjum öðrum tökum. Já, þetta er svolítið svona computer say no eins og sagt að það fulltrúi bæjarins sagði að þetta fer bara allt sína leið, það er eitthvað svona automatik í þessu, ekki tillitið til þess að það er fólk á bakvið og svo bara úps. Nei, sko ég held að fyrsta lögin leyfa það að eign sem að er veðbandalaus upp á fleiri 20 milljóna seld fyrir einhverja 3 milljónir til þess að greiða upp einhver skuld sem er upp á 2,5. Ef að lögin eru virkilega þannig hjá okkur þá þarf að laga það. Þetta getur bara ekki verið í lagi. Þetta er bara fáránlegt. Já. En lögin eru svona. Já, það þarf að breyta þeim. Það hefur bent á það að af öllum mannréttundum þá er bara eignarétturinn heilagur í Íslandi. Já, en þarna er eignaréttur ákveðins einstaklings alls ekki virtur. En það er eignaréttur þeirra sem á skuldina sem er svona heilagur í þessu máli. Já, Sá má bara koma og svifta fjölskyldu heimili sínu bara til að sækja þessa eign sína sem eru 2,5 milljón. Og þar á meðal fasteignaskattar sko. Þannig að þetta er afar undarlegt og þarna hljóta bara mjög mikil mistök að hafa verið gerð. Þú ert líka að tjáði eitthvað mál konu sem ekki fekk vinnu vegna fötluna sinnar, eitthvað ekki Anna Kristín? Jú. Hvað? Já, það er nú einfallega þannig að þetta er alls ekkert einsdæmi og ég hef fengið til mig fólk sem hefur lýst svona svipum aðstæðum að ef það hefur látið vita af því að það væri í hjólastól þá hefur það ekki verið boðað í viðtal og ef það hefur svo bara farið mætt á þess að láta vita þá hefur það fengið þetta viðmót að það sé ekki þörf fyrir þeirra starfskrafta eða eitthvað því líkt og þannig að þetta er svona ákveðið viðmót sem fólk verður fyrir og sem ætti alls ekki að vera.
En fólki bara sagt hreint út að við viljum ekki fá fólki í hjólastól? Eða Nei, það er ekki beinlega það þannig. vill svo til að allir segja nei og þú Já, farið aldrei og vinnu? kannski nei, þetta er ekki, þessi vinna hendar þér ekki og það er nú bara þannig að það eru ákveðnir fordómar ríkjandi í gagnvart fötluðu fólki og menningin er þannig að oftar en ekki, eða gjarnan, þá er ákveðið fyrir fólk hvort það getur ekki sinnt þessu eða hinu. Það er nú einhvern veginn bara menningin í okkur samfélagi. En það er mjög mikilvægt að sérstaklega í dag að stjórnvöld gangi undan með góðu fordæmi og þau ráði til sín fólk í vinnu og það er bara í samræmi við það sem að segir í lögum og líka í samræmi með það sem að segir í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, öllna sem við erum að innleiða núna í lög. Og síðan erum við með náttúrulega aðra löggjöf sem er mismunalöggjöf sem að getur gripið inn í ef einstaklingur fer þá leið að kæra ef hann talin jafnhæfari að þá hann sem fatlaður einstaklingur rétt á starfinu. Og þetta gæti, ef það er þannig í pottin búið, þá gæti við komandi einstaklingur gert þetta á grundvelli þessar löggjafar. Erum við með dæmi svoleiðis mál eða? Nei, við höfum nefnilega... Þetta er bara möguleiki sem enginn hefur Já, þetta er ekki gömul löggjöf og við höfum einmitt verið að svona líta í kringum okkur eftir því hvort að fólk sé að lendi í svona. Og þetta er mjög gjarna vilja styðja þannig viðkomandi einstakling í því að fara kæruleiðina. Já, ef okkur sýnist það að vera þannig að það sé verið að brjóta á út frá þessum lögum. Bara grundvelli mismunar. En þetta viðmót sem að kannski er svona menningarlegt og almennt að svona þegar fólk hefur vit fyrir hinu fallaða. Hvað ákvörðu byggir? Er þetta svona innbyggð að þú tekur bara ákvörðun fram yfir eitthvað sem að þú telur vera lægra settan? Já, þetta er einhvern veginn svona ableist viðhorf sem að þarna er í gangi það sem að svona ákveðin forðaðshyggja og ýmislegt annað. Bara þú ákveður að manneskinn mun ekki geta sinnt starfinu sem hún hugsanlega er bara mjög vel menntuð í og getur mjög vel sinnt. En það þarf að vera sko fólk þarf að tilhenga sér viðeigandi aðlögun. Það er að vinnustaður sé aðgengilegur til dæmis og hvort sem er varandi blinda eða hreyfihamla eða eitthvað annað og að fólk hafi njóti ákveðin stuðnings. Þannig að það er bara það sem að mun koma og við þurfum alla takast á við. Það er ekki komið? Nei, en löggjöfin er kannski komin, en það er samfélagsins að núna fylgja þessu eftir og bara horfa í eigin barm og meta hvernig samfélag vil ég búa og hvernig vil ég breyta hlutunum og fólk þarf líka bara að byrja á sjálfum sér. Nú finnur margt fólk fyrir svona auknum, ég veit ekki hvað kalla kröfum eða þrýstingi eða eitthvað á vinnumarkaði. Við þykjum dæmið þess að fólk sem er kannski komið á síðari hluta starfsæfinnar segir að ónýta kennitölu, að það sé aldrei ansa því þegar sækir og ég held að margir upplifa þessi svona meiri þrýstingur á því, svona kröfur þeirra sem að stýra fyrirtækjaeigandana eða sem reka stofnanirnar að starfsfólki sé bara aldeilis súper, bara fitt inn í slíku svona tíðaranda að þá hlýtur að vera henni fötluðu er ítt svolítið út. Já, það er alveg örugglega þannig og það var ekki þannig. Þegar ég var alast upp þá var fatlað fólk í störfum og bara svona hver annar bara vann við hliðina á mér og Jón og Gunnu og ýmislegt fleira. Síðan virðist einhvern veginn þessum hópum hefur verið ítt algjörlega út af sviðinu og það hefur einhvern veginn ekki fengið að fara inn á sviðið aftur nema með svona helst að vera einhverju súpermanneskjur með einhverju sérstaka hefni eða eitthvað annað slíkt sko. Þannig að þetta er svona, við þurfum bara að fara, þetta er eitt af því sem við þurfum að breyta bara og það verður að vera til hlutastörf sérstaklega núna þar að ríkisstjórnin er að áfram það að breyta eða
breyta almannatryggingakerfinu og þá það nú aðalmáli að stór hluti fatlaðs fólk geti og hafi aðgengi að atvinnu til að bæta kjör sín. En oft þessu stiltu þannig í svona almenn umræðu að ríkið ætla að stilla málunum upp þannig að það þrýsti á sko fallaða öryrkja til þess að vinna eins og þeir viljið það ekki. En eins og þú lýsir þessu þá það freka þannig að það engin aðstaða inn á fyrirtækjunum, inn á vinnustofunum fyrir en að fölluðu. Þeim hefur ýtt út, það ekki það að þeir hafi labbað út. Nei, það líka þannig að sko að almenni markaðurinn, hann í raun og veru hefur gengið betur fyrir fólk að reyna fyrir sig þar heldur en hjá einum opinbera. Og það eiginlega, það skýtur skökku við þar sem að það beinleins kemur fram í lögum að þið opinbera eigi að til dæmis að frekar ráða þann sem fatlaður ef hann hæfur eða jafnhæfur. Þannig að það má gera mun betur. Það má gera mun betur og það þarf að byrja á því strax. Það getur verið út af því að þeir sem reka stofnanirnar og ríkisfyrirtækin að þeir séu undir svona harðara fjárhagsþrýstingi heldur þeir sem reka fyrirtækin. Það með heyri það að þeir sem eru að reka eitthvað á ríkinu að það alltaf 5% spartnar á hverju ári og það verður eitthvað svona desperasjón að það hljóta að vera kostnaðarauki við að ráða eitthvað sem fatlaður. Það nú alltaf kostnaðar við þennan málaflokkar alveg saman hver á hana litið sko. Þannig að við erum að vera ansi þreytt á því að það er aldrei hægt að þjónusta falla fólk almennilega vegna þess að það er svo dýrt, það er ekki hægt að leipa í störf af því það er eitthvað vesen og það er ekki hægt að borga því mannsamandi lífeyri af því það er einhvern veginn ekki hægt. Þannig að þetta er svona að verða ansi svona erfið baráttu fyrir fólk að sækja en ég held nú samt og ætla mér að leiða mér að vera bjartsýn að þetta sé að breytast. Við séum að breyta viðhorfum og fólk sé að svona að fá hvað var að segja, uppreisna eru. Og svo einhver að kenna að sveitarfélagin eru ekki með tapi. Jú, það fötluðu fólki, það sá málaflokkur sem er dregin upp úr hattinum og veifa framann í allt og alla að sé eins og dýrast og erfiðast. Það enginn sem að gera þetta varandi nám eða skóla eða ég hef nú ekki séð og heldur gera þetta gagnvart eldri borgum eða þjónustu við þá. En þetta er alveg ótrúlega hörmulegt og ömulegt að sitja undir þessu. Lónadónu í stað þess að menn bara leysi málin á þess að við eða falla fólk þurfa einhvers staðar að lenda á milli sem það gerir. En þetta segir nú bara ráða fólk og þetta er bara svona í almenn umræðu talað að málaflokkurinn, málefni fallara hafi verið svo dýr. Já, þannig staða sveitarfélagin svona slæm. Já, ég meina, það er sveitarfélagin sem að taka málaflokkin yfir 2011 og það er þau sem það er þau sem samþekkja aukna þjónustu og ýmislegt fleira og menn náttúrulega eiga ekki að gera svona með lokuð augun, sko, þeir verða hefði átt að vera búið að skoða hvað þetta kostaði ýmislegt fleira í staðan fyrir að standa nú upp og rópa á hornum, sko. Svona semdu rétt, drengur, verður það að segja við á. Já, ég meina, svo er þetta bara mannréttindi. Það er ekki ykkur að kenna þeir bara semdu illa. Já, ég meina, svo er þetta bara mannréttindi. Og það eru mannréttindi brotinu fólki á hverjum einasta degi fötluðu fólki og það þarf að þetta á ekki að vera þannig. En af hverju heldur að það sé svona auðvelt að ganga á réttindi fallara? Þannig svona göngu frá því að við viljum hafa þessi réttindi og hafa þetta svona og svo viljum við hafa þetta svona fyrir fallaða ef við höfum efna því. Já, þetta er aldrei sérstætt, sko. Svona ríkir fordómar gagnvart þeim sem eru fallaðir? Já, það virðist vera. En af hverju byggir það? Já, þetta... Sér fólk ógn af falluðum eða hvað er það? Það er einhver svona, ég veit ekki alveg hvað það er, en svona maður með þessar sögur í erunum að Jón eða Sigga þarna þau séu heima á bótum og alls konar svona leiðinda sögur sem eiga ekkert vinna en raukast í þess vegna þess að fólk hefur ekki hugmyndum hvað er að í lífi fólks, af hverju
af hverju það þarf að leita á náður almannatrygginga sem að við þó öll erum mjög sammála að eigi að vera og vera okkar stuðningskerfi og grípa fólki okkar ef að það lendir í einhverju. Þannig að þetta er afar sérkennilegt ef að svo þarf að útrópa fólk sem að lendir einmitt í einhverju. Já. Nú er erfitt að bera sjúkdóminn eða föllunina og tekjumissin sem að því tilherið þetta fólks ekki að bera einhverja fyrirlitningu náungana. Nei, það er alveg rétt og svo er náttúrulega líka það að þessum hópi, hann lifir nú engu selda lífi, þetta er fólk sem er fátækt alla efina inn á örorkulífeyri eða almannatryggingum og fer svo bláfátækt inn á ellilífeyri. Og tapar þar með leið og kemur þar inn yfirleitt allir þjónustu af því þá einhvern veginn hættir að vera föllur. Það hættir að vera föllur, hættir að vera gömul. Þannig að það er margt sem þarf að laga í þessu samfélagi, það er alveg ljóst og sérstaklega þegar kemur að málefnum fatlaðs fólks. Þú veist að í umræðu sumstaðar er oft tengt saman málefnum flóttafólks og öryrkja og Já, ég meina Því að þú tala um þetta með að fólk sé að þykjast að vera eitthvað að og þessu svona afætur sem að hefur bitnað á fötluðu fólki. Það hlýtur svona að kannast svolítið við hvernig það talað flóttafólkið. Jú, en sko í hópi flóttafólks er líka fatlafólk. Og eins og bara í öllum öðrum hópum samfélagsins, þannig að ég held að flóttafólks er ekkert ofselt og við erum auðvitað að taka vel á móti fólki og við erum að sjá til þess að það sérstaklega flóttafólk að það geti fengið þann stuðning sem það þarf inn í sveitarfélögunum. Þannig að börnin komist í skólana og fái almennilega kennslu og fullorðna fólki líka. Að því að við erum að tala fordóma. Ég vil spyrja það einu, að því að eftir hrun þá var svona voru skert kjör hjá mörgum, meðal annars öryrkjum og eftirlaunafólki. Þingmenninir og ráðherrarnir tóku á sig kjaraskerðingar og það varð eiginlega svona átómatísk kjaraskerðing út af gengisfellingu og verðbólgu hjá almennu launafólki. Launafólki er síðan búin að vera að berjast og náð aftur því sem að tekið af þeim. Þingmenninir hafa fengið að margfalt tilbaka sem að tekið af þeim, en ekki þið. Nei, við gerðum letum skoða þetta og kom skýrsla 2021 sem sýndi bara fram á það að staða öryrkja var nákvæmlega svo sama. 44% öryrkja árið 2009 átti mjög erfitt með að láta enda ná saman og bjuggu bara við fátækt. Sömu sögu var að segja árið 2021. Þannig að það sýndi það bara að það hefur nákvæmlega ekkert breyst þrátt fyrir bara heilmikla baráttu á öllum þessum árum sem að liðin frá hruni. En af hverju? Af hverju eru þið skilin eftir? Var hrunið ykkur að kenna? Nei, alls ekki, en við breiðbökin tóku þetta sko. Þessast öryrkjarnir eða fatlafólk það þurfti að, eins og þú sagðir, bera skerðinguna og það hefur ekki enn verið leiðrétt eða lagfært og við erum enn búum við það að lágmarkslaun eru í dag 418.000 ef ég man rétt á meðan og ekki hægt að lifa af þeim. Ég held að það sé bara almennt viðurkennt að það er hægt að lifa af lágmarkslaunum. Og síðan er bara og er fatlafólk sem er á strípum örorkulífeyri því það er til stór hópur og hann er á 320.000 krónur. Þannig að maður svona velti fyrir sig bara hvað þarna munar 100.000 krónum tæpum og hækkanir sem verða þær ná aldrei að dekka það sem þarf. Við höfum svona verið að biðla til ríkisstjórnar að hún reyna að stoppa þessu upp í gatið og taka þetta í ákveðnum skrefum og við sjáum það að þetta nálgist að miskusti lágmarkslaun. Og það hefur bara ekki greinilega gengið betur en þetta hjá ríkisstjórninni. Þannig að við Akkur heldur það sé, þegar Ronald Reagan og félagar voru að brjóta niður svona velferðarkerfið, þá var því eiginlega haldið fram að það þýddi ekkert að vera að styðja eitthvað. Þegar fólk bara sóaði þessu, eitt þessu, það var eiginlega bara óhagkvæmt
og var jafnvel, þú myndir hjálpa fólki til fátæktar, að festa því fátækt með því að styðja það. Er það virkilega eitthvað svona hugsun valdið því að Ég get ekki, getið til og hvað þetta er? Nei, ég hef engan skilning á þessu. Mér finnst þetta að vera, hvað ég segja, gjörsamlega þvert á það sem að stjórnvöld eru að tala um. Þeir eru að tala um heimsmarkmiðin, þar sem að heimsmarkmið númer 1 er engin fátækt og berið sér brostum að hér sé allt svo gott, en það er það alls ekki. Samt vaknaði okkur mest á mótni og ákveða að við viljum hafa nokkuð þúsund. Já, bara sem að lifa bara í dag, það er bara þannig og auðvitað potast þetta eitthvað upp á við, eins og núna bara í 1. júli þá komum 2,5% til þessara einstaklinga. Þetta var innan við 8.000 krónur. Það var eiginlega sko vegna þess að þegar ákvörðunum var tekin hækkunina áramótin, þá var reiknað með að verðbólga þessu árið fyrir 5,6%. Hún er núna 9,5%. Þannig þessi 2,5 ná ekki einu sinna bæta það sem að verðbólgan var umfram. Bara alls ekki. Og fólk er ennþá skammar þetta að kynna þetta sem hækkun. Já, þetta hefur þetta verið leiðrétting. Tæplega leiðrétting. Þetta hefur þetta verið svona hluta til leiðrétting og það þurfti þarna þessum tíma, já, ég held að það hefur verið tæp 5% bara til þess að leiðrétta. Og kannski til þess að bæta aðeins betur vegna þess að fólk náttúrulega hefur orðið fyrir kjara skerðingu í dag þessi hópur, það er alveg deginljósara. Já, það sést reynda líka bara í tölum að það sem er hækka mest er matur og húsnæði og sá sem er fátækur, hann eyðir öllum sínum peningum í mat og húsnæði. Það tryggir svo húsnæði. Þannig að verðbólgan hjá hennu tekjulægstu er meiri heldur en þeim sem hafa það betra. Þess vegna er þetta aldrei sérstakt að húsnæðisstuðningur sé ekki tengdur við bara svona hækkanir sem gerast bara automatist eins og leiguhækkanir eða Já, það hækki í hverju mánaðamót. Bara þetta er bara eins og ári. Já, ég meina það verður bara eðlilegt að húsnæðisstuðningur gerir það því annars er bara að verða skerðing eða fólk er að tapa. Eða öfugt, það er víða heim, það sem er bannað að vera að vísitölu hækka svona mánuði til mánaðar. Þetta máttu bara gera þetta eins og ári. Já. Það þarf eiginlega að vera annað hvort. Það þarf að vera annað hvort. Það getur ekki verið að leigusalinn geti hækkað hverju mánaðamót, en húsnæðisbætunar hækki bara einu sinni, því að þá er alltaf svona, þá er leigjandinn alltaf að taka á sig. Það er miklu eðlilegra. Já. Mikið eðlilegra og betra fyrirkomulag og ég meina fyrst að, eins og falla fólk það fær launahækkun hugsanlega, kannski einu svona ári í janúar. Þannig að okkur ekki allir aðri líka. Herðu, ég sagði frá því áðan að það var það sem ég kallaði svarta skýrslu, það er júní skýrsla húsnæðis- og mannvirkjastofnunar íbúðir sem kom út á markaðinn, miklu minna heldur en þörfur á, miklu minna heldur en að ráðamenn höfðu lýst yfir. Eiginlega bara sýnir svart á hvítu að húsnæðiskreppan sem hefur verið að grafa undan lífskjörum lágtekjufólks, annars, að hún mun bara versna umtalsvert á næstu misserum og árum. Hvað er þetta stórt atriði fyrir hóp þeirra sem eru á örorkubótum og með lágar tekjur og eru öryrkjar? Hvað er húsnæðismálið stórt? Þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli. Ég man rétt, ég held að sé 60% eða yfir sem eru á leigumarkaði í dag. Það hefur fækkað mjög verulega í þeim hópi sem á húsnæði sjálfur. En að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og við höfum auðvitað hort á það aldrei svona hvernig ætla stjórnvöld að standa við þessar fyrirætlanir og það er eins og þú segir, það virðist ekki vera gerast og Þvert á móti sko. Þarna hefur þurft að byggja mun meira félagslega húsnæði sem að við höfum verið að kalla eftir að sé gert og það sé meiri stuðningur inn í stofnframlög þannig að fleiri íbúðir séu byggðar í svona óhagnaðardrifnum kerfum þess þarf Þurfum við þetta að spyrja þig hún er ekki búin að vara þig við því en þitt tímabil er klárast
Já, Þú var bara örfá mánuði eftir í þessu starfi. já, ég klára 7. október. Þetta lítur að hafa verið mikil lífsreynsla að vera í þessu starfi. Já, þetta er búið að vera heilmikil rússibanni, skulum við bara segja. Já, mikil lífsreynsla og mikil þekking sem að maður hefur einhvern veginn afla sér á leiðinni í gegnum þarna þessi 6 ár. Það kom að sólarlagi sérst hjá mér og sem betur fyrir þá erum við með sólarlagsákvæði inn í okkar lögum. Þegar það snjallt. Mér finnst það mjög gott, sko. Og 6 ára kannski svolítið stutt. Já, þetta mætti vera 8, ég segi það ekki, en mér finnst samt svona, það hefur verið algjört hámark. Og það er bara gott að koma inn nýtt og öflugt fólk og taki við keflinu og haldi áfram baráttunni því að hún þarf náttúrulega stöðugt að vera í gangi því miður. Ég hef oft talað við þig á þessu tíma og ég man eftir að þú varst nýbyrjuð og kemur inn og svo fannst mér svona næstir ég talað við þig, þá fannst mér eins og sko starfið væri bara að kolfast yfir þig einhvern veginn. Að þegar þú kemur hérna inn og heyrir að hvernig hópurinn hefur það og þá fannst mér eins og þú væri bara að sökkva sko, undan þessu. Já, og svo sá maður þig svona hægt og bítandi svona búm koma upp og ég hugsaði að sá sem að fer þarna niður og tekur þetta svona djúpt inn á sig en nær einhvern veginn að komast upp aftur, það verður mikil barðamanneskja. Þannig að ég ætla bara að segja að ég fylgst með þér og fullur aðdánar. Því að ég held að það sé ótrúlega erfitt að labba þarna inn á skrifstofuna og átta sig á því hversu illa hópurinn stendur og hversu margt þarf að gera og síðan hversu baráttan er erfið og eru stjórnvalda bara lokuð. Það er nú kannski það sem að svona, mér fannst erfiðast, það er einmitt hvað eru stjórnvalda og þeirra sem að geta gert eitthvað í málunum og eiga að gera eitthvað í málunum af því að þessi hópur eru á ábyrgð stjórnvalda og stjórnvaldum ber að sinna honum og koma honum þannig að hann lifi mannsamandi lífi að ég held að mér finnst það mjög og það er langt erfiðast að sjá þetta sinnuleysi og einhvern veginn að enginn gerir almennilega neitt sko til þess að lagfæra og breyta þessu þannig að sem er óskiljanlegt svona mannlega að fólki skuli ekki vera hjálpað. Það er erfitt að skilja það bara sem manneskja, en svona er... En ég náttúrulega líka kannski bara bjóða því að ég trúði alltaf og mér var alltaf sagt að velferðarkerfi okkar væri bara besti heimi og trúði því að við en þú dast nú sjálf í gegnum eða ekki? Já, ég trúði bara því að við byggjum við bara mjög gott kerfi en þar til að maður fór sjálfur í gegnum og vaknaði uppi það að það var bara býsna brothætt og alls ekki eins gott og örugt eins og maður hélt það væri. Þessna, og sérstaklega var það að horfa upp á almannatryggingakerfi okkar, strengja neti svo lágt að fólk einhvern veginn sem lendi þar í því neti og fór neðst að það meiddi sig bara því það hélt ekki og þannig að það er ýmislegt sem að má laga í okkur samfélagi og ég meni að meðan við nærum fátækt og höldum fólki einhvern veginn frá tækifærum og við sinnum ekki ungmenni sem að eiga erfitt í skólum eða að koma þeim betur til aðstoðar að þá erum við að framleiða öryrkja, við erum að framleiða fatlað fólk sem að nýtist á ekki eins og skildi samfélaginu okkar og við erum að tapa því alveg gríðarlega mikið og við erum náttúrulega, ég er búin að fara einhverja hringi í kringum landið sem ég hef verið á opnum fundum með opnum fundum, bæði sjálf bara við hjá upp í réttmætissamtökum og nú síðast með ráðherra sem er að kynna landsáætlunum í málum fatlaðs fólks og innleiðingu á samninginum og þar koma alltaf fram á þessum fundum, það eru foreldrar sem eru algjörlega bugaðir og horfa bara upp á framtíð barna sína sem eru fötluð og sjá einhvern veginn hana þyrnum stráða og þetta er líka fólk sem er búið að taka á sig mjög miklar byrðar og við erum eins og kom fram einhvers þar í einhverju skýrslu að við erum með mestu umönnunarbyrði á Norðurlöndunum
Það sem að fjölskyldunum sjálfar raunverulega bera umönnunarbyrðina sem að kannski í næsta landi, Noregi eða eitthvað, það sem að er ég meina opinbera. Fatlaðir foreldrar þurfa og sjá börnin sína sjálfsögðu eins og önnur börn en þau geta kannski ekki verið í starfi af því þau þurfa að vera algjörlega í því að sinna barninu sínu. Og það er ekki mikill og alls ekki nægilega stuðningur við þetta og svo erum við með endalsa biðlista. Ég held að þeir hafa bara, það sé bara orðin þvílík aukning á því hvar sem við lítum. Biðlistar eftir alls konar, biðlistar eftir hjálpartækjum og biðlistar eftir bara heilbrigðiskerfinu alls staðar. Lyftu til þess að fólk komist geti aðstoðað í fallaði í bað, það er biðlistar eftir öllu. Sko. Já, biðlistar eftir öllu og inn á greiningarstöðvar og inn til læknasérfræðinga. Þannig að þetta er bara, það sýnir okkur bara enn og aftur hvað velferðarkerfið, sko það þarf að vera bara í lagi og ef það er ekki í lagi, þá er bara ekkert í lagi í því samfélagi. Það er fólk, alveg svo þú áður og slasast, trúir því að þetta sé í lagi. Já. Af því að þetta er eitthvað leyti og undanlan hátt er þetta falið fyrir okkur að öryggisnetið sem á að grípa okkur er gatsleitið. Já, maður trúir í að þetta sé í lagi. Man er sagt að við búum við svo gott, sko. En síðan kom bara annað í ljós og auðvitað er fyllt af góðu heilbrigðisstarfsfólki og fyllt af góðu fólki í samfélaginu en það bara dugar ekki til. Það þarf að gera gangskur að því að laga ýmislegt og við þurfum að byrja líka bara í leikskóla og grunnskóla að styðja það einstaklingar sem að þar er að fara út af sporinu af því að fá ekki stuðningin og það er ekki endilega rétt að leiðina hér sé endalaust vera að laga greiningum á börn. Það þarf að styðja það líka á annan hátt, held ég. Þú sagði tilganginu með samfélaginu okkar að það væri að sinna fólki. Það er og þetta er ekki svo róta skoðun vegna þess að Lyndon B. Johnson sagði þetta í ræðu í Ann Arbor held í 1964 að hann sagði eitthvað að það verið að eini tilgangurinn með formlegu samfélagi á millum okkar er að styðja þann sem er veikastur og fátækastur. Já. Til þess var samfélag okkar byggt en einhvern veginn þá mist sjónar af þessu sem að þótti ekki sko, þetta hefur aldrei þótt róta hugmynd sko, þetta var svona meginströms hugmynd í stjórnmálunum þetta er bara eðlilegt þetta er bara eðlilegt á mínum átt allavega en já ég held að við þurfum að gera betur þeim efnum og ég held að stjórnvöld þurfi að gera það er ekki nóg að sína hagvöxt ár eftir ár ef að hann kemur hver getur góða fyrir fólki sem býr í landinu nema það kannski þá sem að hafa það best. Og því miður að sömurleiti byggður upp á bara arðráni af innfluttu vinnuafli þar sem er að vinna fyrir skítakaup og býr við ömulegar aðstæður í samfélaginu. Já, það er náttúrulega stéttarfélagana að reyna að sporna við því og lagana vantarlega. Þurfur takk fyrir að koma hingað við rauðaborðið. Ég næði nú ekkert aftur áður og hættir. Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir spjallið.